Góðan daginn og velkomin í þátt númer 53 hér á YouTube rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Nú, ég bara að bjóða alla hjartanlega velkomna hér að skjánum. Ég veit ekki hvort það sé einhver nýr eða einhver sem að horfa á í fyrsta sinn og eða líka það sem hún sér, þá bara smellur í áskrift og sér þá þegar ég set inn eitthvað efni hérna á rásina sem að nú venjulega vikulega og að það verði kannski einhver breyting á núna á næstu vikum. Nú, hér náttúrulega guðaveigar sem að maður þarf að halda klukkan 7 á morgnana kaffi og þetta vídeoblogg fyrst og fremst prjónaskap og svo dettur önnur handavinna hér inn í bland við það. En í dag ætla ég að fara yfir klárin, verki vinnslu og hvað datt í pokann og hvað á döfinni og þess háttar. Og ég held bara að það sé hreinlega ekkert eftir neinu að bíða. En fyrsta klárið hérna Sparkling Cider húfan mín eftir hana Kristín Ler hjá Woolenvine podcast og handlitara extraordinaire og ég reyndar með handlitað garn eftir einn af okkar frábæru íslensku liturum, en það hún Kristín frá Vatnsnes sem á heiðurinn af þeim lit. Ég ætla að gá hvað hann mér að verði náttúrulega opið fyrir fram að mig. Hver ekki með það klukkan 7 á morgnana? Ég kalla hana glithúfuna í safninu mínu. Ég á reyndar eftir að setja inn mynd þar. Ég þarf að taka myndir af þessu í dag. Það hérna, Vatnsnesgarnið soft sock og það liturinn heitir Kampavín og jarðaber og svona fallega bleikur. Og móherið Sandnes garn silk móher og það litur 3511 Puder Rosa og það bara small saman eins og flís við rass. Og síðan setti ég hérna perlur á eða svona punt til þess að gera hann þá svona sparilegri og hátíðlegri. Já, og uppskriftin bara ljómandi fín. Það var hún talar á einhverjum tímapunkti þarf að færa byrjunarmerkið þegar þú byrjar að fækka lykkjunum. Ég fækkaði lykkjunum og munstrið stemmir alveg og ég færði ekkert merkið. Ég bara færði það í huganum. Það stundum það nóg. Þannig að lýsingin alveg út á túni í dag. Það náttúrulega niðamyrkur úti. Og hérna, ef að ég eitthvað kannski þetta ómikið í þessu, þá verð ég eins og yfirlýst, ég veit ekki hvað, en ég sé alveg að liturinn á garninu, minnst það nú aðalmálega hann ná að njóta sín, já. Alltaf og ég sé alls konar. Minnst þetta samt svo óþægilega dögt, fyrirgefið þið hérna brasi í mér. Svona. Síðan næsta klár, það eitthvað sem fyrir pakkan hjá Hrafntinu. Ég líka að gera á hina gæjana mína. Og þetta Kárapeysan sem til á petitknitting.is eftir hana Sjöfn. Og ég
hennar bara svona eitt stórt mjúkt flöff og ég gerði 4 til 6 ára stærðina. Ég meina það ekkert mál þá bara bretta upp á armarnar og láta peysuna vaxa með henni en hérna, af því þetta á að vera svona í yfirstærð peysan og ég gerði hana úr Sandnes Alpaka Burst. Sandnes Garn Bursted Alpaka og þetta litur 5602 sem bara svona babybleikur og ég keypti þetta garn á lagersölunni hjá hérna Tinnu sem að þær voru með á dögunum og ég bara eftir svona að ganga betur frá endum og þá vorum við bara reddi í jólapakkan og ég náttúrulega að taka myndir líka og setja inn á verkefnisíðuna á Instagram og allt þetta því að nú þarf ég að fara yfir allt sem ég er búin að gera í ár og skráða hjá mér að því að ég hef gert það venjulega hver áramót að hérna skrifa niður hvað mér hefur hvað ég hef getað gert mörg verkefni á árinu og inn á Ravelry þá er hægt að gera svona áskorun á sig og af því að hérna ég náði yfir 100 í fyrra þá setti ég 100 inn núna ekki vitandi það að ég er aðeins meira busy heldur en í fyrra en ég er búin með 93 verkefni af 100 og svo er ég náttúrulega að klára nokkur í viðbót þannig ég er eiginlega alveg viss að ég nái þessum 100 og inn í þessu er ekki allar tuskurnar sem ég prjónaði og heklaði í ári ég er ekkert að tella þær með þannig að ég er bara nokkuð ánægð með það og það verður sannlega þáttur á milli jól og nýjárs þar sem ég fer yfir það sem ég er búin að gera og ég er líka búin að gera annað þegar ég seti inn á minn Instagram kláru verkefni þá er ég með svona þá hringi vekjarinn klukkan er 7 þá er ég með svona millimerki sem er bara HAFO 2018 2018 bara til þess að ég þurfi bara að smetla á það millimerki þegar ég fer að fara yfir þetta og bera mig saman við Ravelry og hérna og þá er það bara allt í heild sinni þarna eiga all kláru verkefni að vera þar þannig að það á að auðvelda mér aðeins yfirferðin á því en þetta hér að vaða úr einu í annað eins og við ég er svo þekkt fyrir hérna en þá ætla ég bara að fara yfir verkin í vinnslu þá sést peysa og húfuklár og peysuna byrjaði ég bara á í síðustu viku þetta er svo fljót prjóna þetta er Sandnes Garn þetta hérna Bursted Alpaka er gefið upp fyrir 5-7 mm og ég notaði 5 mm í aðhlutan og í stroffið að neðan á peysuna og höndunum notaði ég 4 en kraginn var á 5 líka svo hann er svona stór og djúsi og hérna og svo er ég að gera núna á Hilmi og það er líka Sandnes nýja garnið eða sem er allavega nýbyrjað að selja hér sem heitir Kos ég keypti það bara í Rúmfó á 5. var þegar ég var að fara á prjónahitting í litlu prjónabúðinni og það er gefið fyrir 5,5 og ég er að prjóna það á 5 og ætla að hafa sama háttin á með hérna stroffið og ég byrjaði á þessu seinnipartinn í gær þetta er það fljótgert og hérna þetta er minnsta stærðin og þetta er bara svona brett niður eins og hjá systur hans ég er búin að skilja frá ermar byrja á bollunum og ég fari langt með þetta í dag krílin mín eru lasin og mamman ætlar að vera heima hjá þeim í dag þannig að ég ætla að vera hjá þeim smástund núna á eftir en
annars verður hún heim í dag og þá mun mér miða svolítið áfram með peysun hans sem geymd í þessum fagra poka sem ég fekk í aðventuleik á Instagram. Fór í svona aðventupokaskipti þar. Og þetta fyrsta verkjavinnslu. Síðan annað verkjavinnslu sem orðið svolítið svona litlu prjónabúðarverkefni því ég prjóna mest í því þegar ég á hittingnum þar og segi ég reyndar var nú bara að fara í annað sinn. En það alveg ótrúlega gaman að fara og hitta þessar tjellur þar. Mæli með því. Það alltaf svona opið hús fyrsta fimmtudag í hverju mánuði. Ekki rétt. Og það bara rosalega gaman. Maður náttúrulega verður alveg sjúkur innan allt þetta fallega gagn. Og svo náttúrulega bara fullt af konum sem koma hana. Það var nú engin maður núna síðast. En þeir eflaust láta sjá sig. En þetta hún Ingals. Og það nú alveg farið að síga. Ég örugglega hálfnuð með bólinn fyrir neðan erfarnar. Eða tæplega hálfnuð. Ég var hér þegar ég talaði við ykkur síðast. Nú færi ég merkið aðeins lengra. Og svo sjáum við hvernig hvort ég verði eitthvað búin að gera næst. Ég að vinna líka í verkefni fyrir Stephen West og ég sýndi ykkur gagnið í síðasta þætti og það ennþá sama gagnið en verkefnið var stærra og nú ég bara að bíða eftir frekari leiðbeiningum frá meistaranum hvernig ég held áfram. Ég semst búið með bólinn, ég bara bíða eftir að vita hvernig hún á að vera neðst og svo eru ermarnar eftir. En í Ingals það þessi yndislega snælda sem til í litlu prjónabúðinni. Þannig að það ekkert meira hana að segja, ég búin að tala svo mikið hana oft. Vonandi fer hún bara að vera tilbúin fyrir áramót. Ég hugsa það nú, afsakið, þú veist, tala mikið og snemma dags og hálfu kaffibolli og sippinn, það kallar að geispa. Ég datt svo niður í þessa kannuhólu. Hvað heitir þetta aftur? Northeast eitthvað, ekki? Að sjá. Northeasterly heitir þetta, Áraverli. Og þetta sérst upprennandi teppi, tilvonandi teppi skulum við segja. Og ég var að horfa á hana Lindu í Hip Hip Barbanits í gærkvöldi. Þar sem hún með datt niður í sömu hólu og ég og fór að gera þetta í staðinn fyrir hana ferhendur litlu gæjana hérna Mitred Square Blanket og það var eins og við höfum verið eitthvað búin að ræða þetta en við vorum ekki búin að því en ég gafst einmitt upp á mínu svoleiðis teppi á sínum tíma. Mér fannst það bara eitthvað, það var ekki að tala við mig en þetta kjaftar alveg helling við mig og í þetta ég að nota hespurnar frá einni af þeim sem ég fór í dagatalsskiptin við og þannig að hér í fallega jólapokanum frá henni Lilju Nittar vinkonu minni hér safnast sem sagt svo boltarnir úr einu svona heimatilbúnu dagatala skiptum sem ég fór í og það sem sagt upphæfið að þessu teppi og sjálfsög veit ég að það verður ekkert nóg ekki það, hún mjög rausnarleg í hespuna sínum en þá eftir að þurfa eitthvað meira en það í það og ég ákveð það bara þegar að því kemur hvernig ég held áfram með hvað fær þann heiður að vera með hennar garni í þessu og þetta bara maður getur prjónað þetta eins langt og stutt og maður vill maður getur sett bara þess vegna garnið á bara auka þráð maður þarf ekki að fella af efst strax meðan maður ákveða sig hvað maður ætla að hafa langt og svo bara
eftir einhverjum kúnstanlega reglum byrja maður að prjóna næsta renning hérna upp við og getur leikið sér svolítið með þetta fram og aftur, en ég er alls ekki komin þangað. Ég er bara enn á fyrstu blaðsíðu, þannig ég hef ekkert skoðað það, en ég hugsa að þetta verður svona þannig að allavega ein manneskja getur svona legið undir því, þó það verður ekki alveg, þú veist, 1,80 eða eitthvað, en kannski 1,60, svona Laceboy teppi. Hádegisleggju teppið. Ég get ekki sett strax nýja mólan frá henni sem ég var að opna í dagatalina, því ég átti að taka myndaði og setja inn á Instagram, og ég er að því til þess að minna mig á hvaða dag ég er að fá frá þeim úr þú veist, hvaða hespur, af því að ég ætla að setja í teppið eftir dögunum. Og svo er þessi dásamt hér frá henni sem ég er í skiptunum við. Þetta er Knitpicks Hawthorne Poseidon Kettle Dye. Og já, ég er bara líka til þess að já, mér finnst bara gaman að mynda þessi dagatölu setja inn, að því ég veit að það er engin annar með þau eins. Ég passa mig svolítið að vera ekki að sýna þessi sem er úr keyptu dagatölunum, af því að maður vill ekki spilla fyrir næsta manni. Ég reyndar bara að hefa þannig að ég forðast bara Instagram þangað til ég er búin að opna mín keyptu dagatöl til að sjá ekki hvað er í gangi. Og já, þannig að þetta verkefni verður svona langtíma verkefni engu síður, ásamt hinnum 3 teppunum sem ég með í vinnslu. Teppið sem ég er að gera with love from grandma, það er bara, er ég með út í bíl eins og ég kippi inn með mér þegar ég fyrir að passa, þegar ég get ekki verið með gorminn hérna heima. Og þannig ég byrja á öðru lit þar, er ennþá samt á fyrstu dúllunni. Ég ætla að vera svo ógeðslega dugleg að gera 2-3 viku, en svo datt mér í huga að fara að prjóna jólagjafir korter jól. Þannig að það kemur bara með mér í jólafríið, og öll teppin ætla að koma með mér í jólafrí. Skulum bara segja það. Og þau verkefni sem að verða ennþá í verkefni á pókanum. Og svo kannski verkefni sem ég ætla að fitja upp á aðfangadagskvöld. Sjáum til. Dísis, hvað það, maður getur verið steiktur. En já. Já, þá er ég búin að fara yfir verkinu vinnslu. Og þá ætla ég bara að segja ykkur hvað er á döfinni. Ég ætla að gera fyrir miðju barnabarni Ergnilegu Kára peysu líka. Og ég ætla að nota Drops Air í hana. Þá ég er svolítið spennt að vera að nota svona ólík görn í þetta sama verkefni, en þau eru samt svo lík, sko. Reyndar eins og peysan hjá Hrafntinu, af því að alpakka er bursta, þá er hún svolítið svona meira fluffy, en þetta kos og er bara ótrúlega líkt. Það er svona kosið er samt, jú, ég held að sé líka svona, þetta er líka blásunull. Þetta er enda sagt að þetta sé alpakka. Þetta er 62% baby alpakka, 9% ull og 29% nælon. Alltaf þetta sé ekki, jú, þetta er blásið inn í örgulega nælon þráð eins og er. Og erinu er 65% alpakka, 28% polyamid og 7% nælon. Þetta er nánast það sama. Og hans verður svona ljósgrá. Þannig að vonandi verð ég bara búið með þessar baby peysur á næstu dögum. Hilmis er náttúrulega minnst, svo fer Ernir í næstu stærð,
og hrafntinna í þriðju, miðjustærðina. Hilmir í 1 til 2, Ernir í 2 til 4 og hrafntinna í 4 til 6. Þannig að þetta ættir að vaksa með þeim, sem bara gott. Og ótrúlega, það svo gaman að prjóna barnaflíkurnar, það eru svo fljótar að vera til. og það alveg bara æðislegt svona þegar allt á fullu í kringu jólin. Annars ég bara eftir að kaupa jólagjöf handa manninum mínum. Ég búin að koma frá mér flest öllum jólagjöfunum og ég bara svo innilega að njóta aðventunar og bara reyna að taka því rólega og njóta. Það eru jólin mín, að vera bara ekki alveg að tapa mér í gleðinni, sko. Þannig að það verði ekki gleðilegt lengur. Búin að baka upp allt sortirnar á heimilinu og svo verður ekkert meira gert af því fyrir að jólafríði byrjar hjá okkur. Já, í pokan datt, náttúrulega ég búin að sýna ykkur kosgarnið frá Sandnes og síðan á prjónahittingnum þá rak ég augun í Knitters Pride Knit Blockers og þetta eitthvað sem ég alltaf búin að vera að setja í körfi hjá mér þegar ég að panta mér eitthvað utan úr búðum og svo ég alltaf hætt við það því að þetta svo þungt og póstbörugjaldi rauk alltaf upp þegar þetta var í körfunni og síðan sá ég bara að hún að selja þetta í Litlu prjónabúðinni og ég fekk mér 2 svona pakningar. Þetta eru sem sagt svona margir pinnar festir saman á svona það eru 6, 2, 4, 6, 8 á öðru og 4 á hinu. Þetta mjög þægilegt ef það vært að strekja til dæmis flík eða jafnvel sjöl sem að það þarf ekki að þræða endilega víran eða í hann niðan bara ofan eða eitthvað svona. Þá staðan fyrir að vera með 1.000.000 stakapinna þá flýtir þetta rosalega fyrir. Þannig að ég mjög ánægð með þessa kaup. En síðan fékk ég mér annað fyrir þegar ég að sauma. Þetta svona stál armband eða segularband og þetta hugsað til þess að láta títuprjónuna og svoleiðis liggja á þannig að ég get verið, ég þarf ekki að vera endilega með þennan gæja þar sem ég að títa rennilásana til dæmis á töskum og svoleiðis. Það bara nóg fyrir mig að vera með á þessu og svo þegar ég við saumaðina þá get ég tekið prjónuna úr og þeir bara loða við þennan gæja og þetta nú bara frá honum Ali, vinur mín með Kína. Og þetta svona eitt af þeim fáu hlutum sem ég panta það sem svona nákvæmlega eins og vörunni lýst. Já, þá þetta komið síðan. Ég sagði ykkur frá í síðustöku í sambandi við handverkhelgu.com og þá kom upp þannig aðstæður ég gæti ekki haft samband við kúnnan í gegnum það kerfi af því að hún hafði slegið netfangið vitlaust inn og ég var svo leið yfir því að ná ekki á hana að ég náði að grafa hana upp á Facebook, sendi henni skilaboð þar og hún hefur svo samband við mig þegar hún búin að horfa á þáttina því að hún fattar að ég sé að tala hana og sendi mér skilaboð og svara skilaboðunum á Facebook og jafn miður sín eins og ég yfir þessu öll saman. En það komu alveg frábæri hlutir út úr þessu. Það endaði með því að ég sendi henni þessa tösku sem umræddi og hún sendi mér gadd tilbaka af því að hún að byrja að handlita gadd og á Stokkseyri á Suðurlandi og sendi mér 2 hespur. Hún sagðist alltaf sendi mér eina í staðan fyrir töskuna en hún sendi mér 2 algjört æði sko, komið svona fallegum poka og litirnir eru bara sturlaðir sko og fyrirtækið heitir Hex Dye Works og ég ætla að sýna ykkur, ég er búin að opna
síðuna hérna í símanum hjá mér og þessi hespa sem ég sýni ykkur fyrst 75% Superwash merino og 25% nylon. Forplætt 423 metrar í 100 grammunum og þessi litur heitir ljúfan. Hérna logoið og ljúfan svona lavander fjólublár einhvern veginn með svona freknum í. Og síðan hin hespan 80% Superwash merino og 20% nylon. Akkur var ég búin að ákveða annað að vera, já. Mér fannst þess að önnur væri með hérna kasmír í því, það var ekki rétt. 80% Superwash merino og nylon og þetta hérna 2-ply, 2 þráða snúningur og það 365 metrar í 100 grammunum. Þannig að þetta pínu grófara fingering heldur þessi ljósi og hann heitir Bestia þessi fjólblái og þeir fara bara svona líka vel saman og ótrúlega fallegir og vel gert og bara til hamingju með þetta. Ég ætla að sýna ykkur hérna síðan hennar. Það heitir hexhexdyeworks.com og hún byrjað að selja hérna á þessari síðu og það ég var að skoða þetta í gærkvöldi og ég var bara mér langar í alveg fullt og hún inn á Shopify eins og ég með hérna síðuna sína og já, ég bara vona að þið takið vel á mótinni og kíkið á þetta rosalega fallegi litir og af því að nú ég búin að sjá litina mína inn á síðunni í henni þá ljósmyndunin líka mjög góð, hún greinilega spot on með lýsinguna þannig að taka myndirnar þannig að allavega í því tilfelli þá litirnir á skjánum hjá mér mjög líkir litunum sem ég með í höndunum og það ekkert grín að reyna að ná myndum af hlutunum skal ég segja ykkur, meiri segja sko þessar töskur geta leikið mann grátt í myndatökunum. Þannig að já, bara frábært hvað þetta samfélag okkar, handavinnu samfélag orðið öflugt og hvað komið mikið af flottum liturum og það nóg pláss fyrir alla, sko, þetta algjört æði. Já, þá ég bara búin að fara yfir það sem ég með niðurskrifa hjá mér í sambandi við mína síðu handarkelku.com. Þá í dag 10. desember síðasti dagurinn þar sem að þið getið keypt eina tösku á fullu verði og fengið næstu á hálfverði þannig í þessum hefðbundnu og þessum kassalögu. Það tilboð rennur út á miðnætti í kvöld en auðvitað verður útsölihornið áfram og það bara málið að muna þegar maður tékka sig út með töskur þaðan að setja inn kóðan í viðeigandi box í greiðsluferlinu. Ég man ekki hvað kóðin en það stendur inn í þessum útsöludálki hvað hann og ég fer svo yfir síðuna á morgun og bæti kannski einhverju þar inn. Síðasti sendingadagur hjá mér á þessu ári 21. desember, að morgni 21. desember og býttu hvenær ég svo síðan ég set þessar upplýsingar inn á Facebook síðuna hjá mér. Síðan væri þá, já, ég get sendt út síðasta daginn að morgni 21. desember og svo aftur föstudaginn 28. desember og síðan bara
fer alltaf fullt á nýju ári, eða þannig. Þannig að já, ég fer í jólafrí eftir hádegi 21. des. Þannig að já, þess vegna vildi ég líka taka upp þátt áður en að dagurinn hæfist svo ég geti mynda á tilboð að farið alveg bara haugur af töskum í sambandi við það. Fólk hefur verið duglegt að nýta sér það sem frábært af því að maður verður náttúrulega að losna við vörurnar til þess að geta búið til fleiri og náttúrulega hver vill ekki góðan díl. En annars bara allt búið að vera að ganga sinn vana ganga, eins og ég sagði. Ég búin að vera að baka og klára að græja jólagjafirnar, fara suður og prjónahitting og svo á föstudaginn komu nokkrar af mínum prjónasystrum á Akranesi og kíktu til mín í kaffi og já, ég bara busy við að njóta. Reyndar eru litlu krílin mín lasin og það alltaf leiðilegt en þau eru bæði komin á viðeigandi lyf og fara vonandi að hressast. Ég ætla bara að fara að koma þessu stutta hálftíma þætti í loftið og ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnuviku og vona að þið njótið aðventunnar ef þið eru í þeim bransanum og við sjáumst í næstu viku. Takk fyrir og bless bless.